og ég meina hvað langt síðan að þjálfarar stóðu bara öskruðu á leikmenn og það var bara allt í lagi Kári bara tókst á kassan en ef þú öskrar á stelpur þá brotnaður bara að fara að gráta og þú bara með heilt stelpulið hágrátandi og það er enginn að fara að vinna neitt þannig en það var allt inn í lagi að öskra á strákana það var í lagi þegar þeir bara því þeir eiga að kunna taka þig líka já, því að það er þeirra þeir eru bara að harka á sér og nánast ekki bara í lagi heldur líka eitthvað sem átti að vera hluti af því að vera þjálfari sko. Það ætlar að vera almennilegur þjálfari þá það hluti af því að eitthvað með öskra á strákana og helst stelpurnar líka eitthvað og vera svona eru þjálfarar ekki ennþá að öskra? Jú, ekki spurning Gunnar, er það ekki? Það er allt í lagi en ég held samt hefur þetta samt ekki einhvern veginn breyst sko varðandi það að auðvitað þjálfur ennþá auðvitað sjálfsögðu öskra ekki spurning en ég held samt að nálgunin að menn sé var að fatta það til að ná betur út úr leikmanni það var almennt séð ég aðeins þetta er bara mín eigin svona tilgáta 85-15 regla það er 85% þá ertu natin í ákvæður og svona umhyggjusamur og just í þjálfuna í kennslu þá er 15% getur stundum þarft að bista þig stundum þarftu svona aðeins að draga línu sandinn sko mér finnst það mjög góð regla ég held að þú ert öfugt í 15-85 og fólk mjög fljótt þreytt sko en þú verður eiga inni fyrir því ég er að segja það sko þú átt inni fyrir með því að vera 85 ég vil 90 sko þá hefur herri nú fyrir að draga línu sandinn skilur og þá veit fólk bara ok ég fór yfir ef hann þarf bara að taka þetta sko þannig ég held að skipta alveg svona miklu máli þar sko bara þú finnir svona jákvæmt alltaf að ef reyna að finna alltaf styrklingina þú ert alltaf að sjá styrklingina og síðan ferðu eitthvað mörg þá bara herri þetta gengur ekki og ég held það bara þú veist við sem samfélag þurfum bara einhvern veginn að samfélag ég með sko 5 drengi og við erum alltaf að ræða málinn og svona þú veist og þeir eru bara svo þeir eru og bara endislegir allir en þú veist síðan skiptir bara rosamiklu marg að við gerum en það skiptir líka rosamiklu máli skólinn, íþrótnar og bara samfélagið þú veist ég get tala rosamikið við þá en síðan þú veist jú þeir taka marg á því en síðan er bara samfélagsins umræða hvernig er íþróttunum, hvernig er skólan þetta skiptir allt máli, þetta er svona heildarrend sem þarf að vera sko. Það er líka alltaf mikið undir í þessu því að nú erum við hjá samtökunum að fræða inn í ýmsum skólum og ég svona heyrt út undan meira stundum þegar það er einhver skrítið menning í bekkjunum og þá eru íþróttastrákarnir bara dálítið mikið ráðandi þú veist og þá á svona neikvæðan hátt þú veist eru kannski svona bara með einhverja komment eða skrítna spurningar og bara frábært en sumt ekki eins frábært þú veist að það er svo mikið undir í því að þú veist þjálfarar einhver meginn átti sig á sínu hlutverki, þú talar að að kerfin tali saman, hugsaðu ykkur að það væri eitthvað í gangi í skólanum að þjálfari jafnvel kem inn í einhvers konar teimatsvinnu í því eða væri aðstoða eða kom inn í, ég veit ekki, nú farsaldar lögin, ég var nú hættur í bransanum þegar þau komu, þú veist að þetta sé svona einhver meginn eitt teimi utanum og ég held að það þekkist ekki í dag að þjálfari séu þar einhver meginn inni. Það er ekki nema einhver þjálfarskólum tengist íþróttafélaginu svo gerir stundum kannski lögadal og svo tengistu og þá getur en auðvitað er það samt þannig að þú veist það er allt og lítið svona auðvitað er mikið samstæð en mætti vera meira alveg klárlega eins og svona teimisvinnu sko. Algjörlega svo kemur að því hafa íþróttafélagin efni á því hver á borgaða og ég veit alveg þessu umræða er ekkert einföld sko en ég hugsa bara áhrifin og hvaða geti haft mikil og sterk áhrif að þjálfari sem er góð og sterk fyrirmynd, jákvæð fyrirmynd væri inn í svoleiðis málum það sé hann sér líka aðeins aðra hlið kannski á sömu börnunum heldur en kennari í skólastofu sér. En síðan sér maður líka skemmtilegt sko þú veist ég held að sagt þú veist oft er talað þú veist kynin vera að æfa saman og svona sko og það finnst mér á þessum miðstigsaldri 10-12 ára 10-11 þá til dæmis hefur verið að æfa eins og 2 vikur saman og það hefur byggt eitthvað svona skemmtileg menning á milli síðan kynjana skilju og sem mér hefur fundist sko skemmtilegt því að þá fá einhvern veginn kynin að æfa einhvern veginn bara stundum eru bara hér að æfa og síðan saman stundum sem er líka byggt upp svona skemmtilegan menningu, þetta síst alltaf góða menningu og góða heild og allir vita hvort sem er leikur sér íþróttum eða einhverju að þú veist þegar þú ert í góðri heild það er ekkert betur en góðri liðsheild sko það er svo viss bara ég er mikilvæg hluti og að geggju stemning og góður andi skilju en versus að vera síðan í slemmri heild, ég hef prófað bæði skilju, hitt er bara, það er bara þú veist, þannig að það er eitthvað svona að reyna að fá til að upplifa það, hvað er gott að vera hluta góðum kúltúr sko og þetta er það þannig að íþrótta drengir sérstaklega skjára fram úr þetta var nú bara nefnt, veit ég yfirþjálfarfundin í knattspyrnusambands daginn og ég ætla að rósa KSÍ að vera nefnt þetta fyrrabræði og það var rætt bara svona samfélagsvandamál hegðun aliðs drengja í 5. flokki í knattspyrnu
samfélagslegt vandamál í skólum, þetta bara það sem talaði með skólum hvað þið getur snúið því við því að allt það er þess að vandamál að bara tala, þetta bara að dressa og allir yfirþjóðlega kannast við þetta en hver lausnin skilur en þetta alveg svona sterkur hópur því að þeir geta verið ákvæði leiðtogar en það þarf að vinna með það að búa til því allt þetta er bara frábærar börn frábærar manneskjur, þú getur gert það þetta er bara svona, þú þarft einhvern veginn þetta er bara að vinna sem þarf að fara og ég held fyrir vikið, þú þarft alltaf að benda á þessu fyrirmyndir þetta er bara dæmi Hákon hérna á miðin íslenska landsliðinu fótbolta og Ísak þetta er algjöru öðlingstrengi til dæmis, bara teka á 1000 dæmi þetta er að hampa þessum einstaklingum og hérna þú veist, sem ef maður tekur bara einhver dæmi Sævar allir sem komandi að bregða bara svona genuinely góðir einstaklingar og mér finnst meir og meir ég er ekki þessi einstaklingar í gamla tæðarinn vondi en þú ert að hampa akkurat þessum öflugu fyrirmyndum íþróttum stelpum megin og stráka megin sem kannski góðir í fleiru en leiknum já, sem akkurat bara þú veist helst eftir já, það er akkurat máli og bara til að fá líka bara jafnbreytti svona fjölbreytti jafnbreytti þú veist milli kynjana og líka bara jafnbreytti það kemur að hérna menningu og fjölmenningu líka skilja því að við sáum að maður spila franska landsliðin daginn og það voru 10 af 11 byrjunni franska landsliðinu voru hérna ættir að reykja til annar heimsálfu þannig að sér eitthvað fjölmenninga við hins vegar erum þannig að þú veist við getum gert svo margt sem samfélag í þessu, við erum að gera Ísland er frábært samfélag, við erum að gera frábært hluti en við getum gert betra á mörgum stöðum við höfum ekki svo að verðinum en við, eins og þú varst að tala áðan þá erum við að, þú veist, það er uppgangur í svona já, ég veit ekki, það er hatursorðræða allt og víða gegn hinsegin fólki og gegn þessu fjölmenningarsamfélagi sem er orðið hér hvernig geta þjálfarar gripið þessa umræðu og snúið henni upp í andhverfu sína af því að já, þetta er náttúrulega þetta er vandamál, þetta er stórt vandamál í samfélaginu en eins og þú bendir á þann að þá skilar það sér þetta líka inn í íþróttarheiminguna Sko ég get nú ekki talað fyrir þjálfara í dag en það sem við höfum verið að gera á samtökunum er að kenna svo kallar gaggræðu námskeið sem er hérna counter speech á ensku sem er svona tæki fyrir fólk, ekki bara þjálfara heldur bara líka okkur sem eru hinsegin til þess að geta svarað athugasemdum, þá er ég ekki meira að kommentakerfinu á hérna miðlunum endilega allan daginn en alveg eins ef þú vilt vera þar þá bara hérna máttu dunda þér þar en þetta er svona mjög praktískt tæki fyrir fólk til þess að geta svarað frænku í matabóðinu sem er að segja hlutin sem er pínu skrítinn og þú þorir ekki inn í það og ég get alveg ímynda bara að það sé alls konar fólk að úti sem vinnur í mjög mikilvægum stöðum, þjálfarar, kennarar sem að vilja gera eitthvað, vilja segja eitthvað, vilja bregðast við en hugsanlega treysta sér ekki til þess af því að þau eru hræddur að fá eitthvað á móti, hræddur að segja eitthvað vitlaust að við höfum verið að svona byrja á þessu og ætlum að gera meira á þetta inn bara frá samtökunum fyrir okkar fólk en þetta ávið líka alla þá sem við erum að tala að tengja jafnrétti, þú veist, konur fólk að erlendu bergi brotið, þú veist, hérna bara þetta er svona bara tæki sem að við höfum mikla trúa og erum að fara að keyra enn meira á í okkar starfi, sko, þannig að hérna mæli með, kíkja á það. Ég held sem mjög sniðugt. Fyndi að þú segir þetta, ég var að leita að þessu námskeiði í gær, ég var að tala við manni minn og hérna við sáum hérna mjög skaðlega umræðu fara fram og vorum að tala að því mér var bent á þetta að þetta væri svo sniðugt, eins sem ég þekki sem fór á þetta námskeið og ég fann þetta ekki á netinu, hvar getur maður bókað þetta sem einstaklingur eða bara sem einhver eða þú veist, fyrir þjálfara eða hvernig Sko, við erum eiginlega rétt að byrja með þetta er búið að vera í ár, eitt ár í gangi næstu námskeið er ekki komin inn, við vorum bara að ræða það í gær þau eru bara leiðin inn í októberlok og byrja í nóvember, en þau eru í dag svona staðnámskeið hjá okkur og bara svona tímafreka einhverju leyti, við viljum keyra meira á þetta bara á miðlunum okkar og fólk geti einhvern veginn komist, farið í app eða hvað þetta er sem að hérna, tala eins og sé 200 ára gamall en farið í eitthvað app og gert eitthvað fara á appið en hérna, og fyrirtæki og stofnanir eru farin að panta okkur og við erum ekki byrjað að auglýsa þetta einu leiti, en við ætlum að keyra meira inn á það, við erum komin inn í stofnanir og fyrirtæki einhver leiti, en það er meira svona bara fólk sem að heyrir gott og vil gera vel og hérna vantar einhver svona tæki og hérna þannig bara fylgist við vel með og hérna það verða auglýst námskeið en við ætlum okkur að fara inn í appið og gera alls konar snið. Smáforrit, þú meina smáforrit? Já, smáforrit. Eða þú sem gamli kallinn er smáforrit. Smáforrit. Já.